Leirskúlptúr og glerverk verði í hávegum höfð í menningarhúsinu Bergi á Dalvík helgina, en yfirskrift sýningarinnar er beggja vegna Múlans. Hvernig stendur á því? Já, það kemur bara til að ég er á Dalvík og Hólmfríður og Ólafsfirði, þannig að vinnustofurnar okkar eru beggja megin við Múlan. Það er ekkert flóknara en það? Nei, það er mjög auðvelt hjá okkur. Segðu mér aðeins frá sýningunni. Hvernig byggið hann upp og hvað gerir þið? Hvað er til sýnis? Heyrðu, við erum með held ég bara fjölbreytta sýningu. Ég er með glerverk sem ég byggi mikið á öldunni. Ég leita svona aðeins í sjóinn og var mjög heppin með mót sem að ég fekk að vinna mín verk mest á 2 mótum og mín verk fara öll upp á vegg. Síðan er Hólmfríður með leiri. Já, ég er með leirskúlptúra. Og þetta eru abstrakt skúlptúrar og ég er að vinna með svona fegurðun í grófleikanum eða ljótleikanum hreinlega. Því að það er hægt að finna fegurð í öllu. Er það svona þín sérgrein? Þú ert mest í leirnum? Eða? Já, ég er aðallega í leirnum og ég vinn alltaf með fleiri en eina leirtegund saman. Hvaða leir er það? Ég er með til dæmis bara grófan steinleir, hábrendan leir og svo postulín og þar eru mörkin á milli það fínasta leirinn og grófasta leirinn og svo er ég að bæta við kannski rauð leir aðeins með. Hvar færðu það? Ég kaupi þetta allt fyrir sunnan, þennan leir og í þessu tilfelli þá tek ég út skálina sem ég vinn með sem form og úr því verða þessi skúlptúrar sem ég er með þarna á þessari sýningu. Hvað tengir ykkur eða hvernig kynntust þið? Heyrðu, ég hef náttúrulega alltaf vitað af Hólmfríði. Hún er náttúrulega búin að vera töluvert mikið lengur en ég. Það eru 10 ár síðan að ég byrjaði að vinna í glerinu og maður hefur alltaf vitað af henni og en tíma bjó hún á Dalvík og þá kynntist ég henni aðeins og svo náttúrulega sem að dregur okkur saman núna að það var bara óvart og bara, já, algjörlega óvart. Hún kom í kaffi til mín í galleríið mitt og ég segi við hana, þú veist, ef ekki að gera eitthvað, við erum alltaf einar og gaman að vinna með einhverjum af því að við erum náttúrulega algjörlega einyrkjar og við ákváðum bara að hoppa í laugina og pöntuðum salinn, Berg á Dalvík. Fengum hann núna í september. Við erum búin að vita það í 1 ár. Já, 1 ár. Já. Þið opnaði á laugardaginn. Hvað ætlaði að láta hana vera lengi? Opna þessa sýningu? Hún verður til 14. október í sambandi við þessa sýningu þó hún sé búin að vera að þróast og fæðast í heilt ár. Að þá eiginlega vitum við ekkert hvor er að vinna. Við höfum í rauninni ekki séð verkin hjá hvor annar. Þannig að þetta verður svolítið svona, skemmtilegt. Í fyrramáli þegar við fyrir að setja upp. Ég hlakka voða til að sjá hennar verk. Þannig þegar ekki er að bláðra. Við erum búin að koma og hittast annars lagið þetta heila ár og spjalla og hvað þurfa að gera og hvað sé framöndan og svona. En við höfum ekkert verið að flagga verkunum okkar fyrir hver annari, sko. Nei, það hefur enginn séð mín verk nema mamma og einu vinkona mín. Ég þurfti svona aðeins að fá pepp og vita hvert ég væri á réttri línu þannig að það hefur enginn séð þetta. Þetta er bara glænýtt. En þú ert semst að fara úr borðbúnaðinum og upp á vegg með gleri? Já, upp á vegg. Ég er svona í mjög góðri U-beygju og ég hlakka til að vita hvernig þetta kemur út. Mér heyrist þú nú líka að hafa tekið einhverja uppbeygju á leiðinni? Já, það má eiginlega segja það. Ég var náttúrulega búin að vera í svona 20 ár og byrjaði sjálf bara búin að fara á námskeið og fór svo, þetta var einhvern veginn svo spennandi. Langaði mig alltaf að fara og læra því að það var komin svo punktur og maður var alltaf að ganga á lokaðar dyr. Og þá dreif ég mig 2009 í nám til Danmerkur til Árósa. Kláraði það 2012 og sé ekkert eftir því.
og þá hefur svona allt breyst mikið hjá mér og nú vil ég bara vinna í skúlptúrum og þessu mörk á milli grófleika og fínleika og fegurðar í öllu og svo langar mig að nefna það að ég í samstarfi með 8 öðrum konum í galleri í Reykjavík sem heitir Kaolin og á Skólavörðustíg og þangað fer ég á 6 vikna fresti og vinn þannig að þetta heilmikið sem í kringum þetta. Það verður spennandi að koma í Berg og sjá þetta. Já. Hlakka til. Endilega, og allir velkomnir. Takk fyrir það. Takk fyrir það.